Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti. Við erum hér komin saman til að ræða tillögu vantraust á ríkisstjórnina. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur setið í ýmsum myndum frá febrúar 2009. Á þeim tíma hefur henni verið mjög mislagðar hendur, burtséð frá því hverjir vermt hafa ráðherrastólana. Þetta ríkisstjórn sem hlustar ekki á þjóð sína. Hún brást seint og illa við skuldavanda heimilanna, hefur dregið lappirnar við endurskipulagningu skulda fyrirtækja og tafið og flækt mikilvæg atvinnuverkefni með lagabrotum og stjórnsýsluklækjum, þrátt fyrir sögulegt atvinnuleysi. Byrjendamistök, ráðaleysi, doði gagnvart neyð almennings og skortur á lýðræði og hugsjónum hefur því einkennt þessa stjórn. Þetta er veik ríkisstjórn. Það sést ekki hvað síst í því að forsætisráðherra fagnar því að vantrauststillaga komi nú fram, því hún vonast til þess að þessi tillaga hjálpi til við að koma böndum á þá stjórnarþingmenn sem eru að missa þolinmæðina. Loksins, sagði forsætisráðherra, loksins manar stjórnarandstaðan sig upp í það að leggja fram vantraust á ríkisstjórnina. Hversu oft hafi hún ekki boðað vantraust án þess að láta verða af því? Afgreiða þarf tillöguna sem fyrst, því forsætisráðherra veitir ekki af hausatalningu til að kanna hvort hún hafi í raun stuðning í sínum eigin herbúðum. Þetta er ríkisstjórn sem treystir ekki eigin þjóð. Það endurspeglast ekki hvað síst í Icesave-málinu, þar sem helstu talsmenn aukins beins lýðræðis, hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra, mættu ekki í fyrstu almennu þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan Íslendingar kusu stjórnarskrána. Ekki einu sinni til að skila auðu. Þannig lýstu forystumenn ríkisstjórnarinnar í raun frati á þjóðina og treystu henni ekki til að fylgja sér, jafnvel þótt samningur í annar umferð væri orðinn umtalsvert betri. Þjóðin svaraði með því að lýsa því yfir nær einróma að hún treysti ekki heldur ríkisstjórninni og hafnaði Icesave-samningnum. Icesave-atkvæðagreiðslan hin síðari er ekki síður mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Enn og aftur sjáum við hvílir gjáir á milli stjórnarmeirihlutans og fólksins í landinu. Að þessu sögðu þá er það mitt mat að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur er hreinlega léleg ríkisstjórn og hún eigi vantraust skilið. En Icesave-atkvæðagreiðslan hin síðari er ekki bara áfall fyrir ríkisstjórnina. Hún var einnig mikið áfall fyrir forystu Sjálfstæðisflokksins sem samþykkti Icesave-samninginn hér í þinginu. Því er það að mörgu leyti einkennilegt að standa hér nú og ræða tillögu þingmanna Sjálfstæðisflokksins vantraust á ríkisstjórnina í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þjóðin hafnaði máli sem þessir sömu þingmenn vel flestir samþykktu. Sú staðreynd gerir þessa tillögu í hæsta máta ótrúverðuga. Er ríkisstjórnin ekki traustsins verð að mati flutningsmanna vegna þess að hún sagði já við Icesave eða vegna þess að hún tryggði ekki að þjóðin sagði já við Icesave? Mætti þá ekki með sömu rökum lýsa vantrausti á forystu Sjálfstæðisflokksins? Hún sagði já við Icesave og hún tryggði ekki að þjóðin sagði já við Icesave. Tillagan er því veikburða. Aðeins einn stjórnarandstöðuflokkur stendur að því að leggja tillöguna fram. Þegar þingsályktun vantraust var síðast lögð fram á Alþingi stóð öll stjórnarandstaðan saman að því að leggja hana fram og tala fyrir henni þingflokkur Vinstri grænna, þingflokkur Framsóknarmanna og þingflokkur Frjálslynda flokksins. Nú var ekki haft samráð við alla stjórnarandstöðuna og ekki var samstaða að leggja hana fram á þessum tímapunkti. Þessi tillaga var því algert frumhlaup formanns Sjálfstæðisflokksins og slíkt vekur uppi hjá manni grunsemdir að tilgangur formanns Sjálfstæðisflokksins með tillögu sem þessari sé ekki endilega lýsa vantrausti á ríkisstjórnina, heldur að beina athyglinni frá eigin ábyrgð í Icesave-málinu og berja í bresti innan eigins flokks. Og er það kannski einnig ástæðan fyrir því að formanni Sjálfstæðisflokksins liggur svo á að boða til kosninga sem allra fyrst, því hvaða þýðingu hefði það? Lítill tími
yrði fyrir ný framboð að koma fram og tæplega hefðu flokkarnir færi á að endurnýja framboðslista sína. Þjóðin hefði því ekkert raunverulegt val, aðeins sama graut í sömu skál. En það hentar kannski einhverjum. Kosningar strax þýddu einnig að Sjálfstæðisflokkurinn næði því markmiði sínu sem hann náði ekki með hatrammri baráttu hér í þinginu, kærumálum og hæstaréttardómi, það er að koma í veg fyrir endurskoðun stjórnarskrárinnar. Kosningar á næstu vikum gengu því þvert á vilja þjóðarinnar með nýtt upphaf og nýtt Ísland. Ef fram færi sem horfði samkvæmt skoðanakönnunum yrði svo þjóðin að bíða þess að Sjálfstæðisflokknum þóknaðist að breyta hér einhverju og við þekkjum öll hversu viljugur hann er til þess. Vantrauststillögur á að leggja fram þegar maður er einhverja trú á að hægt sé að fá hana samþykkta. Til þess að svo megi verða þarf að liggja fyrir stuðningur allrar stjórnarandstöðunnar, óháðra þingmanna og helst að glitta í svona 2-3 stjórnarliða. Allt annað er gamaldags karlapólitík sem mér hugnast ekki. Pólitík sem snýst að sýna að maður er ekki hræddur, sýna að maður þori, svo enginn haldi nú að maður sé kjarklaus kjúklingur. Þjóðin á einfaldlega betra skilið. Þetta er ekki leikrit, ekki fótboltaleikur eða samanburður í sturtunni eftir leikfimi. Við erum ekki hér í einhverju sandkassaleik og það er orðið slæmt þegar maður er farin að hafa áhyggjur af orðspori leikskólabarna þegar við erum sífellt borin saman við þau. Í síðustu kosningu var hverjum og einu þingmanni falið mikið traust og vald frá íslensku þjóðinni. Okkur var falið að huga að hagsmunum hennar, velferð hennar og framtíð. Okkar hlutverk sem stjórnmálamanna er að sýna og sanna að okkur er ekki sama hag þjóðarinnar. Ef við stöndum okkur ekki, þá tapar þjóðin. En á ný stendur hver og einn þingmaður þá frammi fyrir vali nú. Er rétt að styðja tillögu sem er vanbúin, vanhugsuð og virðist byggja á flestu öðru en trú flutningsmanna að hún fái samþykkt, eða er rétt að styðja lélega, óstarfhæfa og óhæfa ríkisstjórn. Mín niðurstaða er svo að tvennu illu þá treysti ég frekar kjósendum til að taka rétta ákvörðun í kosningu til Alþingis í vor en ríkisstjórninni til að hysja upp að segja óbreyttu og fara að vinna verk sína fagmennsku og umhyggju fyrir samfélaginu. Því mun ég með miklum semingi samþykkja þessa tillögu.